Páll Skúlason, prófessor, velkomin. Þakka þér fyrir. Mig langar að biðja þig að taka þér nokkuð erfitt verkefni. Mig langar að biðja þig að sálgreina heila ríkisstjórn. Mig langar að biðja þig að reyndar að sálgreina 63 þingmenn og forystu með stjórnmálaflokka. Og spyrja þig bara hreinlega hvernig stendur á því að þessi hópur getur ekki komið sér saman að leysa bráðustu vandamál þjóðarinnar og til dæmis skulda vandamál einstaklinga og fyrirtækja. Já, hvað að? Ég held að megin lösturinn, ég má orða það svo, og kannski megin þrándur í götu þess að ríkisstjórnin og Alþingi sé að gera það sem þau ættu að vera að gera, er svo að við höfum tæmið okkur Íslendingar að stunda stjórnmál með afskaplega vondum hætti. Og þetta er ekkert nýtt, við erum búin að gera þetta áratugum saman og þetta hefur versnað og er núna að mínum dómi orðið gjörsamlega óviðunandi. Og það maður ætti að segja í hnotskurn hver vandinn er, að hann er sá að við stundum stjórnmál á Íslandi í einu skyni sem er það að ná völdum. Og til þess að síðan að nýta þau, væntanlega eru allir með góðan ásetning, en góði ásetningur, hann er iðulega gjörsamlega á floti hjá flokkunum og hjá þessu fólki sem er í stjórnmálum. En þá segir mér rauninni að fólk sé ekki koma þarna inn eins og við ætlumst til af hugsjón og til þess að vinna fyrir einstaklinga og fólkið. Háskólafólk er stundu gagnrýnt fyrir eitt og hefur löngu verið gagnrýnt fyrir það að við háskólamenn og vísindamenni þið eru bara að einbeita ykkur að þekkingarinnar vegna og taki ekki tillit til þess að fólk þarf á þekkinguna að halda út í samfélaginu og þið skeytið ekki það. Það sem er að gerast hjá stjórnmálamönnunum er það að þeir sjá völdin sem það sem máli skiptir fyrir þá sem er númer 1, 2 og 3 og við erum búin að hanna stjórnmálamenningu, skulum við segja, sem gerir þetta aðalatriðum, sem veldur því að þeir geta ekki unnið saman, þeir eru í valdabaráttu, það sé að stjórnmál eru samkvæmt íslenskri skilgreiningu sem er afleitt og verður að breytast, hún er svo stjórnmál eru valdabarátta. Þetta er bara ekki nema ein hlið stjórnmála. Þetta er svo hlið sem blasir við okkur. Þetta er svo hlið sem við Íslendingar höfum öllum öðrum þjóðum fremur lagt rækt við. Og þar með höfum við vanrækt þá hlið stjórnmálana sem er grunnurinn fyrir góðu samfélagi, sem er það að menn ræði sín sameiginlegu hagsmunamál, almannaheill. Og það er eiginlega verkefni stjórnmála er að koma með skilning, hugmyndir og stefnu sem að þjóðin, samfélagið, samfærist eiginlega að sé til góðs fyrir okkur sem eina heild. En eru þá stjórnmálamenn bara og stjórnmálaflokkar að miskilja sitt hlutverk? Er þetta blekkingaleikur þegar þeir koma rétt fyrir kosningar og lofa öllu fögru og eru með ákveðna stefnu, hugsjónir og hugmyndir? Já, ég held að þetta er blekkingaleikur. Þetta er blekkingaleikur, og fólk er blekkt það? Já, ég held það því miður og við höfum dansað eftir þessu. Við höfum trúað því og auðvitað er margt gott sem að stjórnmálamenn gera og margt gott gert í stjórnmálum. Það er ekki nokkur vafi á því. En það sem er ekki gert er það sem mestu skiptir og það er að kynda undir góðri, skipulegri og agaðri umræðu hins sameiginlegu hagsmunamál og sjá til þess að þjóðin sé upplýst sinn eigin hag, sína möguleika og stjórnmálamennir eiga auðvitað að vera virkir í að leiða þessu umræðu. Þeir hafa leitt hana endalaust með því að reyna að berja niður einhverja aðra. Sem sé í staðinn fyrir umræðuna kemur, sem á þá einkennast af samræðu og rökræðu, þá verður kappræðan númer 1, 2 og 3. Þá er þetta að segja vegna þess að þegar menn enda einmitt í kappræðinum eða bara hreinlega rifrildum að þá er þetta að tala nánast eins og þessir einstaklingar séu bæði rökþróta og í rauninni liggi þetta fyrir bara ákveðin vankunnátt á verkefnum. Já, ég held að okkur Íslendingar skortir algjörlega stjórnmálamenntun. Og þetta ein megin skýringin er svo að við vorum nýlenda. Það voru erlendir aðilar sem stjórnuðu okkur og við höfum aldrei haft fyrir því að rækta og byggja upp okkar eiginlegu stjórnmálahefð. Og ef við förum aðeins aftur í tíman,
að þá, til dæmis það sem gerist upp úr 1900, þegar við fáum heimastjórnunana þess að þá byrja Íslendingar þetta rifrildi í stjórnmálum sem stendur enn og hefur ekkert batnað. Og menn hafa endalaust vonast til að þessi myndi nú linna. En síðan festist þetta í sessi. Hvernig getur þetta fest í sessi þegar að því að krafan mjög skýr frá fólki sem að kemur til dæmis á Austurvöll, það segir viljið fara að vinna, viljið fara að leysa úr þessum brýnustu vandamálum þjóðarinnar. Eru menninni þá svona, blindir, eru þeir ekki nægilega meðvitaðir kröfuna í samfélaginu eða hafa þeir þá bara ekki getu til að takast á við hana? Sko ég held að þeir hljóta nú hafa skili og fengið alls þín skilabóð. Málið það að þeir eru lokaðir inn í kerfi eða siðum, bæði kerfi og siðir, skulum við segja, og maður gera þarna eitt greinamun sem að skiptir máli. Sko kerfið slíkt að það er leikið eftir ákveðnum reglum og það ákveðin völd sem að gífurlega mikil völd hjá ráðherrum. Þannig að baráttan ráðherraembættin hefur einkennt íslensk stjórnmál áratugum saman og ráðherra mjög, hann svo sjálfstæður og hann þarf oft ekkert að bera sín mál undir einn ekki eins og ræða við samráðherra. Hann getur tekið alls konar gerræðislegar ákvarðanir og þetta hefur tíðkast hjá okkur. Þannig að kerfið býður upp á þessa baráttum völdin. Síðan eru ósiðirnir, þessi djúpstæðu ósiðir í umræðunni, eða skorturinn á rökræðu siðunum. Og þarna einkennist okkar, held ég, því miður okkar stjórnmála ómenning, af því að við vorum alltaf með þetta erlenda vald. Við höfum mjög neikvæða afstöðu Íslendingar með okkur gagnvart ríkinu. Það sé gagnvart þessari sameign okkar, þessu opinbera sem verkfæri okkar til að reyna að tryggja góð lífsskilyrði í landinu og þroska barnanna okkar og þess þá erum við með neikvæða afstöðu og telum að þetta í þarna séu nú menn bara að maka krókinn og ekki að vinna sitt verk og svo framvegis. Og þetta endurspeglast í því að kannski ríkisstarfsmenn margir hafa ekki alveg ræktað sig sem skyldi og við höfum kannski ekki einu sinni lagt rækt við það að mennta vel þá embættismenn sem eiga að halda utan samfélagskerfin. En þá komum við að því, embættismennir, það eru þeir einstaklingar sem að stjórnmálamenn ráða til starfa, sem eiga að hafa ákveðna sérþekkingu og getu og færni til þess að takast á við þessi flóknu mál sem að ráðherra og þingmaður þarf ekki endilega að vera menntaður til. Þá ekki embættiskerfið að bregðast stjórnmálamönnum? Jú, það má kannski eitthvað lítið segja það og þá það kannski þær stofnanir eins og Háskóli Íslands sem hafa þátt í því að mennta hér embættismennina sem hafa þá brugðist og það held ég að sé að Háskóli Íslands þurfi alvarlega íhuga hvað lítið hann hefur brást í því grundvallar hlutverki að mennta góða embættismenn. En vandinn held ég aftur fyrst og fremst pólitískur. Að það hafa verið valdamennirnir í flokkunum sem hafa fyrst og fremst ráðið þá menn inn í stjórnkerfið, stjórnsýsluna sem hafa þóknast þeirra stefnu eða þeirra hagsmunum. En þá er bara hreinlega að segja að menn eru ekki valdir eftir hæfni heldur einfallega eftir pólitísku tengslu. Þetta hafa margir bent á þetta núna í nokkur misseri og reyndar þetta gömul gagnrýni búin að vera í áratugum saman. En þú fullyrir þetta, að þetta megin galli kerfisins að vanhæft fólk þá ráðið til starfa? Já, ég ekki að segja endilega vanhæft, það þarf ekki að vera vanhæft þó þessi valið af pólitískum forsendum. Hins vegar og þetta getur verið allt ágætis fólk. Það eru tengslin við sérhagsmunina. Það eru tengslin, við verðum að horfast í augu við að flokkarnir eru fyrst og fremst og hafa verið hér fyrir okkur að berjast fyrir tilteknum sérhagsmunum. Og þeir eru sífellt að blekkja okkur með því að segja það þeir séu alltaf að vera í hugsun almannahag, hindra skipulega það sé umræðum almannahag eða fræðsla það og velja síðan þá aðeila inn í stjórnkerfið sem eru að vinna þeirra hagsmunum. Þetta vítarhingur sem þarf að brjótast út úr. En þú talar einmitt að upplýsa almenning. Það sem er mikilvægt að fólki sé greinir raunverulega fyrir bara hinum einföldustu málum og hinum flóknustu málum líka. Já. Og það skortir þetta samband stjórnmálamanna við fólkið í landinu sem við skort á að svo samræði í þessi stað. Stjórnmálamenn hafa aldrei tamið sér það hjá okkur og þessir forystumenn okkar hafa aldrei tamið sér það að tala við þjóðina til að upplýsa hana og fræða þennan samfélagslega veruleika sem þeir eru að ráðskast með.
Þeir eru alltaf, það er vísu, það er einn málaflokkur sem hefur notið nokkur forgang og það er efnahags- og atvinnumálin sem hafa dóminera stjórnað alveg umræðunni. En stjórnmál eru ekki bara þau mál. Stjórnmál eru alls konar samfélagsleg mál, lýðræðisleg mál, réttafarsleg mál, menntunarmál og það skipulagsmál sem það hvernig við viljum hafa hlutina sameiginlega. Og við höfum bara ekki haft stjórnmálamenn sem hafa leitt slíka umræðu vegna þess að þeir hafa verið að mínum dómi allt og bundnir við hinn efnahagslega hagsmuni og efnahagslega tiltekna efnahagslega sérhagsmuni. En þá, maður sér þetta kannski í ákveðnu ljósi þegar að, ef við horfum til dæmis á aðstæður þegar að Alþingi var sett, þú sér það er haldið í allar þessar hefðir, við vitum að traust á Alþingi mælist mjög lítið og það nánast horfið. Það er nánast horfið. Samt er farið í alla þessar skrúðgöngur yfir í kirkjuna og aftur tilbaka og forseti heldur ræðu og þarna heldur menn áfram að deila þarna inni með sama hættu áður og taka einhvern veginn ekki, og þetta verður dálítið sérkennileg uppákoma þegar að síðan fólk stendur þarna fyrir utan þúsundir manna og horfa upp á þessa serimóníu sem einhvern veginn ekki lengur í takt við þetta samfélag. Nei, þessi stjórnmálaheimur okkar, þessi litli afkimi, það sem stór og mikilvægur og stjórnmál eru líkilatriði í öllu samfélagi, hann búinn að loka sig af í íslenskum heimi og þetta íslenskum veruleika og það verður verkefni næstu ára að kippa þessi lag því þetta getur ekki gengið svona en það tekur örugglega vissan tíma og það er eiginlega tvennt sem verður að gerast núna og það að það þarf að fara í stjórnkerfisbreytingar þar sem þjóðin hefur á tilfinningunni og það fær tíma til að endurhugsa það kerfi og það eru grunnreglur sem þarf til að halda utan í sín mál og skipta völdum, auðvitað eru völd nauðsynleg og við þurfum að hafa sameiginleg völd en þau þurfum að njóta viðurkenningar og virðingar. Nú hafa stjórnmálamenn rætt lýðræðisumbætur í þá átt að það þurfi að koma á persónukjöri, það þurfi og nú að fara að setja á stað þjóðfund, það stjórnlagaþing þar sem almenningur tekur þátt í að móta nýja stjórnarskrá. Er þetta sönn valdatæki sem verið að færa til fólksins eða er þetta blekkingarlegur? Sko, fyrsta skrefið, fyrsta sem þarf að gera og verður að gera að koma á stað upplýsingu og umræðu í samfélaginu þar sem þjóðin eiginlega hittist, svo má segja. Og það gerist held ég ekki bara með því að kalla menn á þjóðfundi eða skipa menn í nefndir og keyra upp á þing eða málfundi eins og svo framvegis. Það gerist ekki þannig. Það gerist, eina tæki okkar til að leiða þessa þjóðmála umræðu sem við þurfum að hafa, það er sjónvarpið. Það er staðurinn í dag þar sem að samfélagið fólkið hittist. Það eftir tiltölulega fá ár þá hverfur sjónvarpið, verður á interneti eða eitthvað sem verður. En í dag er sjónvarpið sá staður í samfélaginu þar sem að við öll komum saman í vissum sýndarveruleika sjálfsögðu og þetta er staðurinn til að nota, til að upplýsa þjóðina. Og þjóðin þarf núna á að halda og það sem ekki gerir held í þjóðinni í dag mjög reiða og við erum reið og með fullum rétti það að við vitum ekki einu sinni hvað að gerast. Ekki bara það að fortíðin sé nú ennþá svolítið mikið á huldu, við eigum að vísu þessa stórkostlegu skýrslu sem var unnin sem að setur okkur verkefni til framtíðar en þá er svo mikið enn á huldu og bankarnir allt í einu farnir að starfa eiginlega nánast með sama leyndardómsfulla hættu áður og við vitum ekki eiginlega, við vitum ekki hvað að gerast og þetta gengur ekki og almenningur hann á rétt á því að fá að vita hvað að gerast.